Gott kvöld. Seðlabankinn spáir því að hagvöxtur í ár og á næsta ári verði meiri en reiknað var með. Bankinn hækkaði óvænt stýrivexti í dag. Hækkunin er lítil að mati seðlabankastjóra og mun einungis styðja við batann í hagkerfinu. Seðlabankinn tilkynnti í dag að stýrivextir yrðu hækkaðir 0,25 punkta og verði nú 4,75%. Þetta er þvert á spár allra greiningadeilda sem hefur reiknað með því að vextirnir yrðu óbreyttir. Seðlabankastjóri segir að hækkunin í dag hafi að vissu leyti verið boðuð í spá bankans í ágúst. Síðan þá hafi efnahagsbatinn verið stöðugur. Það sé jákvætt en nú þurfa að spyrna fótum við verðbólgunni sem hafi aukist. Tími sé komin til að staldra við í nokkra mánuði. Þetta er bara eins og með sjúkling að það var alltaf að aðlaga lyfjaskaptinn í ljósi þess hvernig honum reiðir af og við viljum auðvitað náttúrulega draga úr þessum slaka fyrr en seinna vegna þess að það er heilsumerki. Við erum að segja það núna að við teljum líklegast að næstu mánuði eða komandi mánuðum að þá höldum við þessu þar sem þetta er. Það er auðvitað háð því að ekkert óvænt gerist. Mikil óvissa ríkir nú á alþjóðamörkuðum. Hagkerfum beggja vegna Atlantsála hefur hrakað töluvert á síðustu vikum. Þrátt fyrir þetta gerir Seðlabankinn ráð fyrir því að hagvöxtur hér á landi verði nokkru meiri á næsta ári og að verðbólga minnki, þar sem krónan sé að styrkjast og innfluttur varningur ætti ekki að auka á verðbólgu líkt og á síðustu misserum. Ef við bara horfum á alþjóðaástandið og látum bara vextina vera að kjura þessuna, þá boða það slæmt fyrir framtíð verðbólgu á Íslandi. Þannig að við erum að meta þessa áhættuþætti saman, eins og ég sagði hér áðan, þetta er áhættustjórnun og við erum að taka alla áhættuþættina inn í. Ef það væri ekki eitt að slæma alþjóðaástand, þá erum við væntanlega komin hærra með vextin í dag heldur en það er núna.